Jú, það heyrist alveg í þér. Þá bara rennum við af stað í þessa fyrstu lotu í þessari goshrinu. Karl Bindisson heiti ég og með þetta erindi með kollega mínum Eddu Voge sem nú þarna einhvers staðar í öðrum glugga. Við gáum því þennan titil á móti hraunstraumnum en eins og svo margir aðrir þá drógumst við bæði að gosstöðvunum hvað eftir annað. Við fylgjumst með eldstöðinni skapa nýtt landslag. Við ætlum í þessu erindi að velta örlítið fyrir okkur þeim viðbrögðum sem að þessu leyti með áherslu á þessar tilraunir sem gerðar voru með varnargarða til að hefta framrás hraunstraumsins eða beina honum eitthvað annað. Fyrir fólk eins og okkur sem hefum ekki meira próf á stórvirkar vinnuvélar þá virtist þessi tilhugsun að stöðva 1000 gráðu heita hraunelfi freka svona fjarstæðukennt í fyrstu en forvitni okkar var sannarlega vakin. Líka fannst okkur tilefni til að kafa aðeins ofan í hvað þessar tilraunir segja samband mannfólksins við jörðina sjálfa, hvorki meira né minna. Erindi byggir á heimsóknum okkar sjálfra og gosstöðvarnar auk þessara viðtala og annarra gagna sem Gunnar sagði að við höfðum aflað í sumar með góðri hjálp tveggja nemenda. Efni erindisins svona cirka svona. Við ætlum að byrja á því að líta aðeins á svona fyrir tilraunir til þess að gera innri öfl jarðar eins og þau eru kölluð að viðfangi stjórnunar eða að gera jörðina stjórntæka, mætti kannski segja. Allmörg dæmi slíkar tilraunir erlendis og einnig hér á landi. Svo skoðum við þetta nýjasta dæmi frá gosinu í Geldingadölum aðeins nánar. Fjöllum stuttlega þær hugmyndir sem komu fram gerð varnargarða, hvaða röksemdir voru færðar fram slíkar aðgerðir og hvernig þær komust á endanum í framkvæmd að einhverju leyti. Að okkar dómi vekur þessi saga upp ýmsar spurningar viðbrögð samfélagsins við náttúruvá af þessum toga. Við færum okkur þess vegna í lok erindisins út í úfið hraun fræðilegrar umræðu og fjöllum stuttlega nýlegar kenningar og hugmyndir sem eru stundum kenndar við posthumanisma. Hvernig í ósköpunum hægt að gera innri öfl jarðar að viðfangi stjórnunar og viðfangsefni stjórnvalda? Það orðið langt síðan farið var að nota orðið biopólitík eða lífpólitík athafnir stjórnvalda sem beinast að því að stjórna þegnunum, sérstaklega viðkomu þeirra, með svokölluðu lífvaldi. Þetta hófst á alvöru á 18. öld og hélst í hendur við vaxandi vísindalega þekkingu, til dæmis á heilsufæri, líffærafræði mannsins og svo framvegis. Orðið geopólitík þekkja líka margir. Lengst af hefur það verið notað pólitísk átök valdhafa eða ríkja landrými og áhrifasvæði. Hægt væri kannski að íslenska þetta sem landpólitík. En ýmsir landfræðingar og aðrir hafa á undanförnum árum lagt til nýja merkingu orðsins geopólitík, jarðpólitík. Fyrir marga virkar það sennilega dálítið framandi að tengja jarðfræðilega þekkingu við pólitík, en það það sem felst í orðinu. Í inngangi bók sem kom út fyrir 2 árum og ber þann skemmtilega titil Political Geology, eða pólitísk jarðfræði, segja ritstjórarnir, landfræðingarnir Adam Bobett og Amy Donovan í lauslegri þýðingu. Þótt jarðfræðingar hafi stundum staðið fast á því að greina ber á milli hlutlægrar þekkingar á náttúrunni og hins pólitíska vettvangs, erfitt að draga slík mörk þegar einmitt sá efnisheimur sem jarðfræðin fjallar sífellt að hlutast til líf fólks, kemur róti á venjubundna tilveru og tekur sjálfur breytingum á ófyrirséðan hátt. Snúum okkur þá stuttlega að þessum fyrri tilraunum til að ná einhverjum stjórntökum á rennandi hrauni. Lengst saga svoleiðis tilraun á Ítalíu, nánar tiltekið Etnu á Sikiley. Strax á 17. öld var farið að reisa þar varnargarða gegn hraunflæði með nokkrum árangri. Á síðari hluta 20. aldar var haldið áfram með slíka garða sem urðu mun stærri í sniðum til að leiða hraun í tiltekna farvegi, jafnvel í gegnum göng. Þarna enda mikið í húfi. Vel yfir 1 milljón manns búa í næsta nágrenni fjallsins. Á Hawaii-eyjum hafa tilraunir í þessa veru líka verið gerðar.
Jarðýtur hafa verið notaðar til að ýta upp glóandi hraunköntum og sprengiefni jafnvel beitt til að breyta flæði hrauns. Bandaríkjamönnum virðist jú tamt að grípa til vopna við ýmis tækifæri. En þarna hafa sumir heimamenn viðrað áhyggjur sínar af því að eldfjallagyðjunni Pele sé kannski ekki sýnd nægileg virðing með slíkum hernaði. Eldfjallafræðingur sem reyndar hefur tekið virkan þátt í tilraunum með varnargarða hér og þar heiminn segir sjálfur: Eldfjallið okkar hefur djúpstæða trúarlega þýðingu fyrir marga Hawaii-inga, já líka fyrir aðflutta sem hafa búið lengi hér. Sjáðu til, ég hef búið hér í 40 ár og maður ber á endanum heilmikla virðingu fyrir eldfjallinu og hún, það er að segja Pele, áskilið virðingu. Nú, fyrsta árangursríka dæmi frá okkar eigin landi tilraun til að stöðva hraunrennsli er auðvitað frá Skaftáreldu. Allt tal ógn af völdum eldgosa á Íslandi á okkar tímum verður eiginlega hjóm eitt þegar maður les eldrit síra Jóns Steingrímssonar og skynjar þær hörmungar sem eldarnir og móðan sem á eftir fylgdi leiddu yfir Vestur-Skaftafellssýslu og reyndar landið allt. Nú, síra Jón brá á það ráð að fá beint samband við Guð almáttugan sem að sjálfsögðu hafði leitt þessa ógæfu yfir Skaftfellinga vegna breiskleika þeirra sjálfra, eins og hann segir. Neyðarnúmerið 112 var það ekki komið í brúk. En sem frægt er orðið þá varð Jóni nokkuð ágengt og honum tókst að telja harðstjórana á að skrúfa fyrir hraunrennsli. Og hann var að sjálfsögðu ánægður með árangurinn og segir í eldritinu: frá þessum sama degi grandaði ég í eldurinn Stórvægis minni kirkjusókn á þennan veg. Nú ætla ég að leyfa Eddu að koma af stað. Takk fyrir og komið þið sæl. En já, að framansögðu þá sjáum við að sú hugmynd að hafa mætti áhrif á hraunrennsli, að hún er þannig ekki ný af nálinni. Tilraunir í þá áttina, svona efnislega tilraunir, urðu hins vegar ekki að veruleika hérlendis fyrir í Surtseyjargosinu á 7. áratug síðustu aldar. Þá var á einum tímapunkti 700 kílógramma þungri bensínknúinni vatnsdælu flutt til Surtseyjar í þeim tilgangi að sprauta sjó á hraunrennslið undir forystu Þorbjörns Sigurgeirssonar, prófessors, og sú tilraun gafst vel og var hraunflæðinu bægt frá húsi Surtseyjarfélagsins í eynni. Og að þessari fyrirsögn sem við sjáum hér, þá má ætla að menn hafi talið sig með þessu hafa unnið smá sigur á náttúruöflunum. En öllu þekktari og stórtækari tilraunir með að bægja hraunrennsli frá voru gerðar í Vestmannaeyjagosinu örfáum árum síðar. Þá var sjó dælt á hraunið í þeim tilgangi að kæla það og hraða storknun þess og verja þær með bæinn og höfnina. Nú til þessa verks voru meðal annars notaðar dælur sem fengnar voru að láni frá hernum á Keflavíkurflugvelli. Nú í Vestmannaeyjagosinu var einhverjum varnargörðum líka rutt upp til að verjast hraunrennslinu og sennilega var það í fyrsta skipti sem slíkt var gert hérlendis. En þá víkur sögunni að Reykjanesskaganum. Þótt eldgos sé að mörgu leyti ófyrirsjáanleg, þá átti gosið í Geldingadölum sér nokkuð skýran aðdraganda. Í janúar árið 2020 hófst mikil skjálftavirkni við fjallið Þorbjörn, rétt norður af Grindavík, samhliða kvikusöfnun og tilheyrandi landrisi. Sá möguleiki að gjósa mynda á Reykjanesskaga var skyndilega nokkuð líklegur. Talið var að ef til goss kæmi á þessum slóðum yrði það ekki hættulegt í sjálfu sér, enda yrði líklega sprungugos að ræða, en hins vegar væri þessi staðsetning mjög slæm og myndi Grindavík stafa mikil hætta af hraunrennsli. Nú viðbragðsáætlanir á þessum tíma voru af skornum skammti, enda hafði ekki gosið þarna í hátt í 800 ár. Þannig að svo virðist að þótt almenn vitneskja hafi vissulega verið til staðar fyrri gos á skaganum, þá hafi hugmyndin yfirvofandi hættu af völdum þessara innri krafta ekki hvílt þungt á fólki fram að þessu. En þarna, í byrjun árs 2020, hófst fréttaflutningur sem sagði frá sprelljúgandi eldgosakerfum og að Reykjanesskaginn væri talin eitt virkasta eldgosakerfi landsins. Jarðfræðingar sögðu frá því að goslótur hefðu verið þarna á 800 til 1000 ára fresti og að líklega væri slík lota að hefjast. Það mætti því búast við hrinu eldsumbrota sem kynnu að vara í jafnvel 200 ár. Mikil óvissa ríkti þó hvenær sú hrina myndi hefjast, hvort það yrði innan nokkra daga eða vikna eða eftir hálfa öld.
og eins ríkti mikil óvissa hvar gosið kæmi upp, enda eldgosakerfi skagans víðtæk og flókin. Nú næstu mánuðina riðu þúsundir skjálfta yfir Reykjanesskagann, misstórir vissulega. En í lok febrúar 2021 brá svo aftur til tíðinda með nýrri skjálftahrinu sem nú átti upptök sín aðeins austar. Þjóðin fylgdi spennt með daglegum fréttum af myndun kvikugangs á milli Keilis og Fagradalsfjalls og að kvöldi föstudagsins 19. mars hófst svo gos í Geldingadölum. Margir önduðu léttar yfir staðsetningunni sem sögð var henta vel fyrir svona pent hraungos. Nú því var spáð í byrjun að gosið yrði lítið og skammlíft, en þvert á slíkar spár óx gosinu fiskur hrygg. Fleiri gígar opnuðust, Geldingadalir nánast fylltust af hrauni, hraun flæddi til austurs í Meradali og þaðan til suðurs í Nátthauga. Samsetning kvikunar gaf til kynna að hún kæmi af miklu dýpi sem benti til að gosið gæti varað í áratugi jafnvel og fætt af sér dyngju. Hugmyndin vanna sem af gosinu stafaði tók á sig nýja mynd. En sléttum 6 mánuðum eftir að gosið hófst stöðvaðist allt hraunrennsli og hefur það nú ekki látið á sig kræla í rúman mánuð, eins og við öll vitum. Nú hvað varðar uppbyggingu varnargarða þá hófst slík umræða hjá almannavörnum þegar í janúar 2020, rúmu ári áður en gosið hófst, þegar skjálftahrinan við Þorbjörn stóð sem hæst. Talað var að koma þyrfti upp varnargörðum til að verja Grindavík og aðra mikilvæga innviði á skaganum fyrir hraunrennsli. Þegar skjálftahrinan hófst í febrúar 2021 var slík umræða endurvakin og meira til. Sett var á fót verkefnið Varnir mikilvægra innviða með aðkomu ýmissa opinberra aðila, svo sem Almannavarna, Veðurstofunnar, Háskóla Íslands og Verkfræðistofana Verkís og Eflu. Nú í hönd fór mikil vinna, til dæmis samantekt og upplýsingum innviði ýmiss konar sem setta voru saman í kortagrunn þannig að hægt var að skoða hvaða innviðir væri útsettir fyrir hraunflæði. Meðal mikilvægra innviða eru íbúðabyggðirnar í Grindavík og Vogum, auk orkuversins í Svartsengi, Bláalónsins og svæðis þar norður af, auk allra þeirra mannvirkja sem þjónusta þessi svæði, svo sem vegir og lagnir ýmiss konar. Hraunrennslislíkun voru gerð, 17 sviðsmyndir voru dregnar upp með tilliti til mögulegra gossprunga og þess hraunflæði sem frá þeim kynni að koma. Horft var til þess hvað hægt var að gera til að verja mikilvæga innviði fyrir mögulegu hraunflæði. Nú í framhaldinu voru settar fram tillögur varnargarða til að verja Svartsengi, Bláalónið, Grindavík og Voga. Hæð varnargarða í þessum tillögum að jafnaði 4 til 8 metrar, en sums staðar yrðu þeir reyndar dýpri eða hærri þar sem að lægðir eru í landslaginu. Einnig voru settar fram tillögur jarðfyllingar til að verja lagnir og varnargarða til að verja möstur. Nú í tillögum sínum gerði hópurinn ráð fyrir 4 tegundum varnargarða, allt frá neyðaröðningum sem settur væri upp í miklum flýti til varnargarða sem reistir yrðu með eðlilegum byggingarhraða og væru þá reistir áður en til gos kæmi. Og það var mat þessa hóps og þá kannski sérstaklega verkfræðingana að æskilegt væri að fara í fyrirbyggjandi aðgerðir og að reisa varnargarða með góðum fyrirvara. Og þegar gosið hófst var vinna þessa hóps ekki langt komin og eðlilega tók hún þar af leiðandi mið af þeim atburðum sem voru að gerast. Lagt var til að farið yrði í prófanir á þeim varnargörðum sem voru í hönnun í Meradölum, en það fékkst þó ekki samþykkt. Snemma í maí, þegar hraunið var komið ofan í Meradali og stefndi hraðbyri í átt að Nátthauga, var aftur á móti hafin vinna við varnargarða, enda óttuðust menn að hraunið kynni að valda eyðileggingu á mikilvægum innviðum. Komið var upp 2 neyðaröðningum í skörðum sem tengja Meradali og Nátthauga en veitti ríkisstjórnin til þess 20 milljónum. Fyrst voru það 4 metra háir garðar sem ræddi en þeir urðu síðan 8 metra háir. Garðarnir stóðu hraunið af sér í vikutíma en þá tók að flæða yfir það. Nokkru síðar var öðrum garði komið upp til að varna hraunrennsli úr Geldingadölum niður í Nátthaugakrika og var þar svokallaðan leiðigarð að ræða sem beindi hraunflæðinu niður í Nátthauga. Nú fylgst hefur verið vel með þessum görðum í þeim tilgangi að læra af þessari reynslu og byggja á henni til framtíðar og talað var að þessi tilraun hefði tekist mjög vel. Nú viðbrögð í samfélaginu meðan á þessu stóð voru svolítið blendin.
Úrtöluraddir heyrðust þar sem ýmist var efast að hægt var að stýra hraunflæði yfir höfuð, en eins var á það bent að eldhraun njóta sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum og í því samhengi var meðal annars gagnrýnt að með neyðarruðningum væri farið fram hjá lögbundnum leyfisferlum. En eins mátti greina það viðhorf að það væri einfaldlega ekki rétt að eiga við nýrunni hraun, enda ætti náttúran að fá að þróast á eigin forsendum og ef einhver náttúra ósnortin þá það nýrunni hraun. Og þegar horft á þessa viðburði í heild sinni og viðhorf bæði forsvarsmanna almannavarna og fleiri, þá má greina ákveðna togstreitu sem virðist torvelda ákvörðun næstu skref. Stóra spurningin hvort í framtíðinni eigi að bregðast við einstökum gosviðburðum eða hvort fara eigi í forvarnaraðgerðir og reisa varnargarða, búa til jarðfyllingar til að verja mikilvæga innviði. Inn í þetta spilar óvissa ýmiss konar. Það óvissa varðandi staðsetningu gosa, það getur gosið víða á skaganum. Það óvissa varðandi tímasetningu gosa, en það tímakvarði jarðar allt annar en tímakvarði manna. Og eins óvissa varðandi tímalengd gosa, hvort sé að ræða smærri gos sem verður tiltölulega staðbundin eða gos sem munu vara lengi, jafnvel í áratugi og þar með ná mikilli útbreiðslu. Og þá gefum við Karli aftur orðið. Það var orð, þú skilur mig eftir í óvissunni. En nú kominn tími til að við stígum varlega út á þetta glóðvolga kenningalega hraun sem við kennum við posthumanisman. Ýmsir hafa á undanförnum árum gert að umtalsefni það sem á ensku kallað geosocialities, mætti kalla jarðfélagsleg tengsl á íslensku eða bara jarðsambönd eins og Gísli Pálsson mannfræðingur kallar það í bókinni sem hann gaf út árið 2017, Fjallið sem yppti öxlum. Eins og hann orðar það í bókinni átt við órofa tengsl jarðar og mannesku, hnattar og mannlífs. Útgangspunktur hans hugmyndin mannöld eða manntíma eins og ég hef nú kosið að kalla það, anthropocene, að við séum komin inn í nýtt tímaskeið eða kafla jarðsögunar þar sem maðurinn sjálfur birtist sem jarðsögulegt afl. Hugleiðum viðbrögð samfélagsins við því sem kallað náttúruvá og kannski sérstaklega við atburðum ýmsum sem byggja á flæði líkt og hraunrennsli frá eldgosi. Snjóflóð til dæmis árvissir viðburðir sem hafa verið sérstaklega skeinuhættir og nýlega urðu miklar aurskriður á landinu eins og flestum í fersku minni. Það almenn samstaða í samfélaginu að leggja verulegt fjármagn og atorku í að bregðast við slíkum atburðum eftir að þeir verða og helst af öllu fyrirbyggja tjón af þeirra völdum. Vegir eru til dæmis ruddir eins fljótt og mögulegt ef á þá fellur aurflóð. Það þarf ekki að eyða mikilli orku í að velta vöngum yfir því. Samgöngur eru lykilatriði til að halda samfélaginu gangandi og sterk krafa að halda vegum opnum eftir því sem kostur Og mikil mannvirki hafa verið reist til þess að stöðva snjóflóð eða beina þeim frá byggð. Vissulega hafa þessi mannvirki stundum þótt heldur grottaleg og sumir hafa haft áhyggjur af því jarðraski sem óhjákvæmilega fylgir gerð þeirra, en allt fer þetta nú í gegnum lögmælt ferli umhverfismats og framkvæmdarleyfa og svo framvegis. Flestir taka mannvirkin í sátt að lokum. Hættan enda augljós og áþreifanleg fyrir íbúa þeirra staða sem búa við þessa tegund af vá. Nú, þetta allt saman byggt á pólitískum ákvörðunum. Þetta jarðpólitík, eins og ég talaði í byrjun, jarðpólitík í verki. Og hún byggir vissulega á þekkingu, sem þekkingin eykst dálítið með hverjum atburði sem verður. Svo ég vitni aftur til þeirra Bobette og Donovans, sem ég dró hér fram í upphafi. Þau segja í bók sinni: Jarðfræðileg þekking kemur við sögu í ýmsum samfélagslegum verkefnum sem móta tengsl fólks við jörðina. Í þessu liggur pólitísk vídd þessarar þekkingar. Það að þekkja jörðina samtímis leið til að stýra fólki og tengslum þess við hana. Nú, svo við höldum áfram með þessa pælingu. Berghlaup og skriður, snjóflóð og önnur flóð verða fyrir tilverknað svokallaða ytri afla jarðar, sem við höfum að einhverju leyti náð að gera að viðfangi stjórnunar, þótt vissulega takist ekki alltaf að koma í veg fyrir tjón og eignum
eða fólki. En það talsvert snúnara að beita sömu nálgun á það flæði sem innri öflin orsakar. Áhættumat og ákvarðanir viðeigandi viðbrögð verða mun flóknari. Þekkingin takmörkuð. Og kannski, eins og þetta kom hér aðeins inn á, tíminn sú breyta sem truflar mest. Svo við notum jarðfræðilegt hugtak má segja að ákveðin misgengi sé á milli jarðsögunar annars vegar og mannlegrar sögu eða minnis hins vegar. Þrátt fyrir að eldbrunnin fortíð Reykjanesskagans sé flestum ljós sem hann fara nú á tímum og að ekki nema 800 ár, sem ekki neitt, hafi liðið frá því að þar gaus síðast á undan gosinu í Geldingadölum, var eins og enginn hefði munað eftir því síðan eða að minnstakosti ekki pælt neitt mikið í því, nema kannski fáeinir jarðfræðingar. Grindavík og Vogar urðu með tímanum að stæðilegum bæjum. Landslagi Svartsengis og nágrennis var umbreytt í orkulandslag og síðan í afþreyingarlandslag. Byggðin í Hafnarfirði teygði sig út á kornungt hraunið á völlunum. En gert gert og með þessu verður samfélagið að lifa. Þekking á möguleikum og takmörkunum inngripa í hraunflæði vissulega enn fremur lítil. En nú aukinn þrýstingur á að gera eitthvað, jafnvel reisa gríðarleg varnarvirki upp á von og óvon. Jarðpólitíkin verður sífellt sýnilegri. Nú, hvert við þá komin með þetta? Út í einhvers konar úfinn posthúmanískan hraunkarga. Áhrif manna á jörðina eru jú orðin eitt stærsta umfjöllunarefni samtímans. Sífellt fleiri fallast á hugmyndina manntímann. Hvað hún þýðir nákvæmlega svo annar mál. Sumir líta á þetta sem ofur sjálfsmiðaða afstöðu manna til náttúrunnar. Aðrir segja þvert á móti að hugtakið skerpi á vitundinni tengsl manneskjunnar og annarra hluta náttúrunnar og þá ábyrgð sem athafnir manna fela í sér gagnvart jörðinni í heild og hennar síkviku ferlum. Við tökum undir það. Í fyrsta lagi sýnist okkur ekki skynsamlegt að fjalla náttúru og á með orðfæri hernaðar og stríðsreksturs, samanber Surtsey, þar sem tilvist manna stillt upp sem hetjulegri baráttu við óblíð náttúruöfl. Þessi klisja löngu orðin úrelt. Dans kannski betri líking heldur en stríð. Jane Bennett segir þannig í bók sinni Vibrant Matter: mennsk og ómennsk öfl hafa frá ómunatíð stigið flókinn dans saman. Í öðru lagi sýnist okkur heldur ekki vænlegt að stilla upp eins konar rómantískri kyrrmynd af ósnortnu og ósnertanlegu landslagi sem þó kveikt í orðsins fyllstu merkingu. Í því felst að okkar mati bara annars konar útfærsla á úreltri verufræði tvíhyggjunnar. Lykilorðið kannski einfaldlega virðing, samanber orð eldfjallafræðingsins á Hawaii sem við vitnum til hér að framan. Jarðpólitík, eins og öll önnur pólitík, krefst virðingar af hálfu allra sem taka þátt. Ekki síst þarf að bera virðingu fyrir þeim tíma sem jörðin og innri öfl hennar taka til að ákveða sig það hvort rétt sé að ræskja sig. Landslag, eins og það sem ný orðið til í Geldingadölum, eiginlega samvinnuverkefni fólks og eldstöðvar. Það má hugleiða jafnvel hvort það sé hollast að hugsa allt landslag á þennan hátt sem samvinnuverkefni sem aldrei lýkur. Og takk fyrir okkur. Glæsilegt, takk kærlega fyrir. Nú stoppa ég hérna upptökuna.